Mig eða Bryndísi eða annars starfsfólk Evrópustofu til að bóka okkur á kassan þegar við erum að taka hann eftir. Hvað? Veist það? Hver er bakaði? Já. Þá er ég. Gestir, þakka fyrir byrjunna og fá tækjaði til að koma hérna og tala fyrir hönd heimsýnar. Ég kom hérna fyrst fyrir 3 vikum og þá var verið að endurbúa þetta glæsilega húsnæði og bara til hamingju með að hafa náði 300 milljónir að búa til svona fínt húsnæði til að stuðla að Evrópu umræðu sem að við í heimsýn erum mjög viljug að taka þátt í. Ég held að sé eitt leyndarmál að allir í heimsýn eru miklir Evrópusinnar. Hins vegar eru mjög fáir sem eru ESB-sinnar, sem allt annað mál. Og þá ætla ég að nota mínar, held ég, 200 sekúndur sem ég á eftir til að útskýra fyrir ykkur hvers vegna Ísland aldrei gangi í Evrópusambandið. Rökin fyrir því eru að fyrir 1200 árum ákváðum við að kveðja fastaland Evrópu. Við fórum frá útskaga Evrópu, sem hét þá og heitir í dag Noregur, og fórum hingað yfir á mitt Atlantshaf og höfðum ríkisvaldslaust samfélag í 300 ár og það er okkar gullöld. Svo fórum við og fjallum fyrir evrópskri tísku sem var að hafa konung yfir okkur. Tókum okkur Noregs konung, hann flutti okkur yfir í Kalmarsambandið þar sem við sátum undir Danakonungi í 650 ár og farnaðist illa. Og því fyrst fóru okkur að farnast vel og búa til þetta velmjóra samfélag sem við búum í, að við fórum að taka til okkar valdheimildir sem höfðu flust út með gamla sáttmála 1262-4. Og engri þjóð, þrátt fyrir 300 milljónir, þrátt fyrir 3 milljarða, þrátt fyrir 30 milljarða mun láta sér til hugar koma að framselja þetta vald sem að við sem Evrópumenn tókum tilbaka í nafni evrópskra hugsjóna lýðræði. Við höfum þetta núna, við gefum þetta aldrei frá okkur, en tilraunin þess virði að fá umræðuna og sækjum og það er allt í sóma, það er hluti af lýðræðisumræðinni, en við förum aldrei inn. Ég er búinn og ég á tíminni. Takk fyrir. Má ég byrja? Byrja. Yes. Ég heiti Dagbjört og ég er tiltölulega nýskipaður formaður ungra Evrópusinna. Og ég vil bara þakka kærlega fyrir að fá að koma hérna fram í dag. Mér finnst þetta glæsilega Evrópustofa, glæsilega götur Reykjavík. En mér fannst merkilegt að Páll skyldi opna á umræðu og jafnvel kosningu í sinni tölu. Mér hefur nú þótt umræðan vera nú dálítið á byrjunarreit ennþá á Íslandi og umræðan snýst ennþá það hvort að aðildarviðræður skuli haldið áfram. Og margir eru hreinlega á móti því, og meðal annars margir þingmenn, á móti því að kosningunni nokkurn tímann eigi sér stað í þjóðaratkvæði. Mér langar svolítið til þess að byrja upp þegar ég var 7 ára gömul, þegar ég var í Danmörku, þar sem faðir minn var í námi. Þetta var á 1992, það leyti sem Maastricht-deilan stóð sem hæst. Og það var alveg saman hvert ég fór, hvort sem var á Striki eða í Ljungby eða í Superbrugsen, þá var allstaðar fólk með spjöld og næ eða je og alltaf þessi bláu stóri fáni með þessum fallegu gulu stjörnum sem ég hellaðist þó einhvern veginn svo undarlega að. Ég var svo sem ekki að taka afstöðu þessu máli, en við veitum hvernig fór. Danir felldu Maastricht-sáttmálann í þjóðaratkvæði með 50,3% atkvæða. Skömmu síðar þá var Evrópukeppni í fótbolta þar sem Danir voru að keppa til úrslita á móti Þjóðverjum. Og Fjölmann Jensen spurður þáverandi utanríkisráðherra Dana: Uffe, hvernig líst þér á leikinn í kvöld? Og hann segir eins og frægt er: If you can't join them, beat them. Í dag eru Danir með forseti í Evrópusambandinu og hafa farið þangað á eigin forsendum. Og stjórna þar, já, bara til liðs við aðra þjóðir á eigin forsendum, á þeirra forsendum einnig. Þeir eru reyndar ekki með evruna eins og við þekkjum, en það er hægt að vera þarna á eigin forsendum þrátt fyrir það sem bjátað hefur á þjóðaratkvæði. Ég segi, eigum okkar Maastricht, fáum að kjósa, tökum umræðina, frábær Evrópustofa,
Hlakka til að eiga svefnaði við ykkur. Skemmt ykkur í dag. Takk. Góðir gestir, það gengur vofa ljósum logum Evrópu. Þessi vofa hefur valdið usla og vekur rugg í brjóstum Evrópubúa og þessi vofa evru skuldakreppan. Og hvað það þá sem veldur þessum reimleikum? Jú, það þetta myntbandalag sem það gerir. Þetta myntbandalag sem Jacques Delors, einn af helstu forgólfum evrunar og Evrópusamstarfsins fyrir nokkrum árum. Hann talar að í raun og veru hafi þetta bandalag verið andvanafælt vegna þess að það skorti einn lykilþátt sem var stór og sterkur ríkissjóður sem gat verið bakhjarl fyrir evruna. Þetta samstarf innan Evrópusambandsins hefur valdið því að ríki, hinn veikari ríki, minni ríki á jaðarsvæðunum, þau hafa fengið lægri vexti út á þann styrk sem að Þýskaland hefur gefið og þannig hafa þessi minni ríki, Grikkland og ýmis önnur og stærri ríki enda líka eins og Ítalía, þau hafa getað safnað skuldum miklu meira en þau hefðu annars gert ef þau hefðu verið með eigin gjaldmiðil. Þetta Evrópubandalag hefur líka læst ríki þannig inn í samkeppnisaðstæðum að Þýskaland og nokkur önnur ríki hafa þotið fram úr jaðarríkjunum og safnað eignum, sýnt viðskiptaafgang á meðan hin ríkin hafa safnað skuldum. Þetta sjáum við berlega og glögglega núna eins og þróunin í Evrópusambandinu. Þennan draug, þessa vofu, vilja sumir flytja hingað til lands og segja jú, við fengjum lægri vexti og lægri verðbólgu og svo framvegis, meiri stöðuleika. En helsti stöðuleikin sem þetta myntbandalag hefur fært Evrópubúum stöðuleiki í atvinnuleysi, miklu og löngu atvinnuleysi. Þetta viljum við ekki sjá hér á landi. Varðandi verðbólguna þá vitum við að verðbólgan hefur þróast með mjög mismunandi hætti innan Evrópusambandsins. Vextir hafa sömulegis þróast með mismunandi hætti. Síðast í dag þegar ég var að kíkja á tölur þá sá ég að vextir á ríkisskuldabréfum í Grikklandi eru komnir yfir 30%. Þannig að það er ekki tryggt að við fáum lægri vexti, lægri verðbólgu eða neitt annað. Það að sýna hérna bara svona til að hnykkja á því sem ég að segja áður ég kem af evrunni að í Evrópu þá erum við að tala þetta bankastjóri ECB, hann varar við evrunni. Svíar tala hvernig evran muni hrynja, Norðmenn tala ómögulegu evrun, aðeins krónuna. Krónan hefur dugað okkur mæta vel, hún hefur jafnað, verið sem stuðbúði, gegn sveiflum og núna eftir bankakreppuna þá hefur valdið því að útflutningur hefur áfram verið sterkur og sterkur. Já, góði vindamenn, ég sjálfstæðismaður og ég stoltur af því að vera sjálfstæðismaður og Evrópumaður vegna þess að engin flokkur hefur gert jafn mikið fyrir Evrópusambandsaðild Íslands eins og einmitt sjálfstæðisflokkurinn. Það var sjálfstæðisflokkurinn sem leiddi Ísland inn í Evrópusambandið árið 1994 þegar við gengum sem aukaaðilar inn í sambandið sem nú talað sem Evrópska efnahagssambandið. Nú höfum við hins vegar sem betur fer ákveðið að reyna að stíga næsta skref, stíga skrefið til fulls. Við verðum ekki þannig bara félagar án atkvæðisréttar, heldur verðum fullgildir félagar í þessu sambandi. Í þessu sambandi þá hafa menn náð ýmiss konar árangri. Sambandið sett fram til þess að tryggja frelsi, frið, öryggi, jafnrétti, mannréttindi. Eitthvað af þessu sem að Íslendingar á móti, eitthvað sem sjálfstæðismenn á móti, eitthvað sem Stefán á móti? Nei, ég veist að maður ekki eitt einasta af þessu sem er á móti. En ef maður fer á forsíðu Evrópusambandsins, af hverju eru þeir stoltastir þar sem hefur aukið viðskiptafrelsi mest af öllu innan Evrópu? Það að þeir hafa tekið upp einn gjaldmiðil. Þeir hafa tekið upp evruna og hver eru kostir evrunar umfram okkar ágætu krónu sem hefur reynst okkur svo vel? Maður farið við það hvað hún hefur reynst okkur vel. Fyrir nokkrum árum þá voru meðallaun á Íslandi bara svipuð eins og við erum í dag vegna þess að þau hafa ekki breyst mikið í krónum á þessum árum frá hruni. Þau voru það bil 350.000 krónur á mánuði. Þá voru það bil 3.500 evrur. Okkar ágæta króna sem Stefán mærir svo mjög, hvers verði hún núna? Hún hefur hrunið í verðgildi þannig að ef við tökum við opinbera gengið sem að Seðlabankinn heldur uppi
sem í raun og veru falskt. Samkvæmt því eru Íslendingar núna með 2200 evrur á mánuði. Við höfum tapað 1300 evrum bara vegna þess að krónan svo frábærlega góð. En ef við förum á einn frjálsa markað og skoðum þar hvert gengi krónunar þar sem evran á 255–270 krónur, að þá sjáum við það að Íslendingar hafa hrunið úr því að vera með það bil 3500 evrur á mánuði og nú með 1600 evrur á mánuði í laun. Þetta einn frábæru kosti krónunar. Íslenskt ungt fólk sem ætlar að fara að byggja sér hús, það fær að borga tilbaka það bil 4% hærri raunvexti á hverju einasta ári heldur en Evrópubúar. Hvað þýðir það þegar upp staðið? Það þýðir það að Íslendingar borga tilbaka 2,7 hús meðan Evrópubúar borga aðeins 1,5 hús tilbaka með eðlilegum vaxtakjörum. Ég segi ég stoltur af framlagi sjálfstæðismanna. Sjálfstæðismenn reyndu að tengja okkur við umheiminn. Þeir reyndu að hafa hér sama gengi eins og annar staðar. Það var reynt í lok síðustu aldar. Aldrei verið meiri stöðugleiki á Íslandi, aldrei minni verðbólga. Við erum búin að taka þessa tilraun og gekk upp, þess vegna eigum við að stíga skrefið til fulls. Tökum upp evru og búum Íslendingu þau lífskjör sem við höfum skilið. Takk fyrir. Ég vil bara þakka Benedikt og Stefáni báðum frábærlega fyrir innleggið þeirra. Við höfum nóg að ræða. Við ætlum ekki að gera það á kassanum sinn, hann opnar aftur og eftir ef þið viljið grípa hann, skráið ykkur það hérna hjá okkur. En núna skulum við fá okkur meira kaffi og meiri vöfflur og svo eftir smástund kemur Sigga Tólasíus og syngur fyrir